okkur í anskotanum eru þeir það kalla á já, ætlum bara að fara til Írlands síðan ógeðslega feiti kom í fréttunum þarna, fólk var alveg svona nei, þeir eru leika sem með tippinn á kvölunum og ég ekki alveg ok, það var kannski aðeins óviðeigandi já en fyrir fram að myndavélarnar fyrir fram að myndavélar já, þú veist hvað er í gangi sko ekki vera að gera þetta fyrir fram að myndavélarnar ekki kíkja á Instagram þetta var svona góðan og gullfallan daginn, tröstu minn hello herðu, þetta er búið að vera svolítið tími við fórum í pásu já, við fórum í pásu vorum með komum við að sena nær já, það er búið að breyta hérna í stúdíónu nýjir stólar geðveikt sko, ryksuga teppið þurrka af hálfpartinn já, ég fór frí þú fórst í frí þetta er geðveikt frí sko já, þú berða svolítið með þér þú ert svolítið brún smá bara smá ég væri alveg til í að vera dekkri sko þá ertu, nei við ætlum ekki að fara í jú, ef ég væri dekkri þá myndi ég vera með stærri tippi líka yes. Fylgir það ekki litnum með það? Jú, það er akkurat það sem go for it Nei, þetta var alveg gekkja. Herru, hvert fórstu? Ég fór til Ítalíu í Lake Chukuchukur Lake Chukuchukur? Já, ég veist Team America eitthvað Chukuchukur Ég fór sem sagt hérna ég held að það var alltaf Lake Tuscany okay. eða eitthvað svo leiðis en ég sendi ykkur mynd Já. hvert ég var að fara og það er eitthvað leik eitthvað Toho eða eitthvað en það var nálagt Tuscany já, Trasimeno sí Durassola Trasimeno sí ég tók mynd af þessu til að geta sagt þetta rétt sko. það var alveg sjúklega hérna næs og síðan kom hitabylgja já shit, hvað var heitt sko, þetta er vatn þú varst við vatn sem var inn í svona já, miðri, suðri Ítalíu já, það er hérna og það eru svona fjöll í kring alveg allt vatnið risastórt vatn þannig að það er engin sjór nálagt sjálfur sér, þannig að það var engin kæling af sjónum nei. Og við vorum sko upp í hæðinni veist, í fjallinu og það var svona vegurinn sem við fórum upp svona 45 gráður eitthvað svoleiðis, halli 45 gráðu halli svona cirka bát að keiri 45 gráðu halla já, svona cirka bát þú varst ekki að því allavega smápartur já, akkurat hann var ógæðislega brattur sko. hann var 90 gráðu halli sko. 90 gráðu halli shit alltaf aukast meira það var 180 gráðu halli lappaði á bakinu já, hérna, við vorum sko náttúrulega fyrsti daginn sem við komum ég var bara yes, ég fyrir út að hlaupa maður að hlaupa hverju mennesti dag hljóp niður brekkuna ég var bara tjúfullir í að hlaupa maður náttúrulega kílómetri niður brekku ég ekki alveg bara, ég get hlupið endalist svo þetta faraði 360 gráðu bratta upp og ég byrjaði að hlaupa upp og já, þetta var kílómetri upp ekkert smá fucking erfitt sko. Ég er náttúrulega svo þrjóskur ég ætla ekki að lappa þetta eftir 2 daga var ég nei, ég ætla að keyra niður bara í bæinn og hlaupa þar þetta var geggjart, æðislegt sko. 3 hæða villa bara, en fyrstu dagina þá var við vorum svolítið mikið bara við laugina bara slaka á, ég gæti ekki fengið með búblur akkur ekki því að það bara hittnið leiður kom út ég var með glas búin að fá með 2 sopa sem var alveg tjúfullir þetta heitt gast ekki fengið búblur í hittanum það var ekki ég var alveg svo ég fekk með pressa ekki á kvöldin okay.
En ég var bara einhverjum hvað heitir þetta, Moscow Mule. Já, Holy shit, hvað Moscow Mule svalandi í svona hita. það? Já, ég bjóst ekki við því. Nei. Og þegar maður fær sér hérna heima, maður í svona kuldunum, maður er þetta svo sterkt eitthvað. Þetta var svo svalandi, sko. Já, geðvegt. Ég var bara... Mér finnst þetta Moscow Mule alltaf svo svona, bitur drykkur svona. Ekki í hituna, þetta var bara... Ég var bara, herri, fá mig 2 lítra af þessu. Já, ok. Af vodka. Já. Með dassa. Dassa ykkur. Engi fyrir öl í þessu eða eitthvað. Jú. Já. Og, herri, við vorum með hann bíl og að keyra hann í Ítalíu alveg geggjað. Já. Og þau kunna keyra Ítalarnir. Það ekki, þeir ekki alltaf á flautunni? Nei, það eru Spánverðinir. Já, það eru Spánverðinir. En Ítalarnir ef þeir keyra á vinstri, þá fara þeir yfir á hægri til að hleypa hinnum sem eru að keyra ennþá hraðar. Já. Síðan fara bara yfir og bara lífið gott. Já. Þetta ekki svona retardar eins og hérna. Nei. Ég að keyra á löglegum hraða. Já, ég á vinstri akreinina hér. Bara óþolandi þú ert að keyra hliðin á hinum sem eru á hægri og stoppa allu umferð. You retarded motherfucker, sko. Ég á löglegum hraða. Ég má þetta. Já. Það má enginn fara yfir á Fyrir enginn fram hjá mér út af því ég í vondu skap í dag. Skjóttu þig, sko. En Ítalar eru ekkert að drífa sig nema í umferðinni. Shit. Þeir eru að drífa sig í umferðinni. Sem mér finnst rosa skrítið út af því inn í bíl þá ertu með bara, þú veist, loftkælingu og tónlist og allt saman, sko. En við fórum, sko, keyrðum í einhverja borg rétt hjá. Já. Og hún upp í fjalli einhvers staðar. Okay. Og við vorum að keyra maður og við vorum á svona Jeep, svona litlum jeppa. Svona litlum Jeep? Já. Litlum Jeep eða hvað voru pláss fyrir marga í litlum Jeep? Veist 5. Já, ok. Já, það veist það, jeppling. En þannig úti þetta bara, veist, stór jeppi, sko. Já. Við fyrir í innan eldgamla borg. Og ég bara, hvert á ég að fara maður? Keyri inn í einhverju götu. Já. Sem var greinilega ekki mikið gata. Ég er þetta fucking þröngt maður. Fer upp og ég hvert á ég að fara? Hún, konum mín alveg, GPS-i segir bara að þetta rautt, mátt ekki fara hana. Og ég shit, ok. Fórstu göngugötu? Eitthvað. En ég sá einhverja svona mínibíla. Svona, hvað heitir þetta sem er fyrir 2? Já, svona smartbíla eitthvað. Já. Ég þetta lítur að vera gata. Þannig að fólki sem á heima þarna eða eitthvað. Ég keyri maður, fer upp einhverja hæð og þá eru náttúrulega svona staurar alveg hliðin á mér, sko. Já. Og ég Jesus Christ, maður. Ég reyna að koma mér út, keyri eitthvað niður og já, ok, bara blokkaður. Já. Ég fuck, ég þarf að bakka. Kemur einhver gaur með svona one-seated bíll. Já. Með svona einhverja með einhverja vörur á bakvið. Ég horfa á hann, ég get ekki fara neitt. Hann alveg, no problem. Ég hvað meinarðu? Hann bara beið. Hann skúsa. Farðu bara hérna, klæst á bílinn. Ég var bara fucking ruglaði mig. Færi mig, sko, alveg upp á veggnum. Ég náttúrulega rentakar. Og ég upp á næsta bíl og hinn alveg og allar, sko, allir skinnir á stað. Ég var bara, please, ekki fucking festa back. Þórum var bara, ég myndi fara að gráta. Ég fucking festur með fjölskyldur minna hérna. Ræðilegt, sko. Og ég kom með stresshausverk. Ég var bara, fuck. Hann náði og ég verð að bakka. Síðan tók ég svona Austin Powers og heil lengi fullt af fólki bara, hvað ert að gera? Stupid. Já, og sér var ég bara, fyrir mig eitthvað stæði. Fuck, þetta var erfið, sko. Ég var bara I need a drink. Og það, veist, þetta var alveg hræðilegt. Ég var líka bara, ég get ekki verið einna. Og leiðinu út, sko, þá var ég ætla að fara svona aðurrein og það var einhver gaur á bara 150 á leiðinni og ég shit, ég meik ekki að fara. Herðu, síminn maður? Nei, þetta settir ekki á silent? Nei, við erum að bíða eftir Davíð. Já, hann var seitt. Hann er seitt, sko. Hann gleymd okkur. Ógeðslega leiðilegur. Já,
já, hérna þessi 150 hérna bíl sem var á 150 ég get ekki skútsað inn kemur einhver kona, bung, klassir aftan á mig Nei og gerir svona með hendurna svona áfram með þig ég eitthvað bara you fucking whore bara ert að fucking djóka sko og veist, og þó eru bara það fór tryggingin herru, ég eitthvað ok, hérna förum áfram með það, ég ætla að gera einhver skýrslu ég bara eins og Íslendingur gera Já og hún alveg, gerir burtu ég alveg, ok þá er þetta, ég alveg förum heim og ég ætla að drekka 2 lítra af vodka Nei, síðan hann á heitasta deginum sem var nærri 40 gráður og ég var alveg bara, shit leta á mig svona, sólavörd ekki 50, ég hef búin að vera 50 allar tíman ég kom með góðan base mjög góðan base og ég alveg, tek 30 á mig, fer í laugina á svona floater svona ekki kúk, heldur svona floater þeir var ekki búin að kúka allt sem er í laugina og ég læt í eyrun á mér og sopna legg mig hann í 2 tíma sér sendi ég mynd til ykkar strákana og þeir sendi tilbaka farið upp að sjúkrahús Þú varst svo rauður að hálfa vera hellingur þetta var svona ég heiti Tommy Tómatur ég var svona Kool-Aid menn Þetta var eitthvað oh yeah ég var alveg þannig sko Þetta var eitthvað sko skelfilegasta sólabruni sem ég hef séð á öllum allri framleiðinaður Já, það var gert mikið grín út af því að þegar ég sneri mig við þá hló allir út af því að ég var svo hvítur Já Ég var eitthvað bara, fuck ok, þetta er ekki eins þetta er verra á myndum sem var komin upp í rúm og ég var bara oh my god bara svona allt, veist, löðrandi í svona hvítu svona hæfum með allan ég var bara Þetta sem þú setti sjálfur á þig eða Sko, síðan kom næstu dagur Nei, þannig að þú smurðið þig vel með aloe vera Já. Og, herri síðan voru bara næstu dagar bara geðviki, sko ég hef aldrei upplefað annað eins En býti, þú brannst nú rosalega á þessum degi Já. Og hvað, bara dugðu ein umferð af aloe vera og that's it, eða? Ég er svo góður, sko Hættu Líf, veist Ég brann síðustu helgi þegar ég var að vinna upp í bústað og ég er ennþá að flagna samt þegar ég er búin að bera endalaust á mig sko ég var svo heppinn að kom skýja deginum eftir ég ekki alveg yes, ég þarf ekki að liggja yes og síðan og ég náttúrulega alveg vera og síðan kom bara hinni dagarnir og ég var bara í sólbaði og og svo eitthvað 3 dögum setna þá varstu farin sko, sendur aðra mynd þar sem varst komið með sólarolíu farin að bera á þig og ég bara what the fuck, hvað er að þið drengur Númer 6 Olía og ég var komið með leatherbase núna sko á þessum tíma sko leatherbase, ég var eins og svona Chesterfield sofaset og það var eins og innfættur núna já, það er svo mikið þannig sko Þetta var, en ég mæli ekki með sko vera með sko að fara þarna og þið eru basically að fara að gera ekki neitt Var ekkert gert, þið keyrðu eitthvað en fóruð ekkert út að báta eða eitthvað Jú, við fórum á eiguna Eiguna? Þessa einu? Nei, það eru 3 eyjur Það eru 3 eyjur Þannig að þið fóruð á eyju? Eyju, já. Sem var með sko alveg tvílíkt sko bara svona fjall á eyjunni hann við að kirkja upp á fjallinu að sjálfsög 149 gráður upp alveg 149 gráður og og það var sko engin vindur ekki, þetta var svo heitt, þetta var svo erfitt þurfti að halda á dóttir minni upp sko hún kom með sko blöðrur eftir skóna og eitthvað og ég var bara ok, ég ætla að labba hann upp með hann á bakinu bara í þessum hita, ég var bara getum við farið fucking heim sko bara verið annað og gera ekki neitt en ég kom heim og ég var svo slagur sko ég var bara búin að vera bara núna í nokkra daga bara
þetta svo gott maður verður að geta átt gott frí sem slaka á, axlita niður ég bara ger ekki neitt ég ekki komið þangað þá nei, hvenær ferð þú? ég fer í lok júli hvert þetta þarf að fara? Alicante í 2 vikur eða ekki? 2 vikur, bara ég og konan talandum sko extended dirty weekend kemur snjóhvítur heima hvað varst að gera? Ég var í svefnherbygginu það var loftkæling og konaðar inni a fucking dream bara ringir í hótelið maður herði hérna bara klaka og bjór og leave us the fuck alone ekki þrýfa ekki komið inn nema konun er falleg do not enter here room service hey þetta er eins og plott í uppáhaldsmyndinni minni oh my god nei, við ætlum að fara hérna, Alicante aðeins að spila eitthvað reyna að spila, eða þykjast spila golf við kunnum það náttúrulega ekki en við ætlum að prófa ætlum að vera svona þessi hjón hérna svona og fólki sem er fyrir aftan ykkur bara please hurry the fuck on já, við ætlum að vera akkurat þau þetta er svona hérna 3 högga hóla við erum að 32 hérna höggum að reyna að pútt þetta allar leið já þeir eru komin inn á þann stig það stig að fara í golf golfferð þetta er nú ekki golfferð en þetta er nú bara ferð og það vill svo til að það er fullt af golfvöllum hann í kring og það vill svo til að okkur langar að prófa að fara í golf og hann að við ætlum bara við eigum tíma það er geðveikt ég er ánægður með það já. en ég sko hvað gerðist á meðan ég var úti? Hvað gerðist? Ég er nefnilega búin að vera sko, að drukna í vinnu undanfarið og þess að milli þá er ég búin að vera hérna upp í bústað að smíða ég smíðaði 1 stykki garðhús aðeins bara svona ég ætla að gera svona garðhús og ætla að rækta bara eitthvað þarna inni verður svona setukrókur og svona hitari og LED-lýsing með svona skiptanlegu ljósum og eitthvað og svo verður nokkra plöntur á þinni og þetta áttur að vera rosalega hugulegt en degi ekki plönturnar þegar þið farið heim? Nei ætla að vera bara með kaktusar já, bara kaktusar nei við förum hérna ætlum að setja sko, byrja því að setja upp þær plöntur sem á að vera svo ætla ég að hafa svona system sem hérna bara lætur drippa í allt saman og ég er að fara að setja upp svona stýrikerfi og eitthvað svona dót sko, ég skal save you some money út af því að það er til núna pottar svona smart pottar sem þú bara fyllir og þú þarf bara að gefa þeim hérna, fylla pottin einu sinni í mánuði þá er pottur inn í pottinum Inception síðan er vatninni og síðan hleypar hann save you a lot of money þetta var sniðut þá þarf ekki að vera eitthvað og drippa og eitthvað svona en mér langar að láta að drippa þú gerir það í lokmannarins ok í golfi nei en svo var svo fyndið með að þú varst á Ítalíu þá var kona mín og dóttir mín líka á Ítalíu og hérna þær voru ekkert langt frá þér og svo var vinur okkar sem býr í Danmark hann var líka á Ítalíu sem var líka bara rétt hjá þér what? Jói hann var bara rétt hjá þér í alvöru? já okkur vissi ég þetta ekki út af því að þú spurður ekki og hérna átti ég að spyrja, er einhver nála kíkja á SnapMap ég þarf að gera þetta þetta var rosa fyndið og hérna en því miður þá hérna var Eva og dóttir mín að fara í hináttina, fara til Feneyja ekki á til ykkar við sko ef ég það var engin raki að núti nei, þú varst náttúrulega svo mikið inn í landi það var
það var bara scorching heitt Já. og engin raki. En það var fínt nefnilega hjá konur minni. Já, Þær voru hérna á Rimini Rimini og það er ströndin sko, niður við sjó og þær fengu hafgóluna. Já, veist, ég var á Rimini hvað 92 eða eitthvað. Vá, Það var geggjað. vá. Ætla flesti hlustendur okkar séu fættir 92 Örugglega ekki. eða eftir. Nei. Nei, ég var á Rimini þarna 92 Já, og Latti var þarna, nú, alveg hauga fullur. já. Ég kannski ætti ekki að segja þetta. Jú, fuck Jú. it. Ég meina, þú veist, maður fer til útlanda til þess að vera haugafellur, þetta er bara alltaf leið. Já, þetta var þegar hann var ekki orðið neðrú. Já, ok, er hann, já, Það ekki? nei, ég veit það ekki. Ég þekki hann ekki það. Ég þekki hann ekki. Nei, hvað ákveðst að tala um Latta? Ég veit að þú byrjaðir. Hvað ruglar þetta? Hættu þessu. What the fuck? Nei, en ég mun ekki fara aftur þarna á leik Kómá? Nei, Leik Takawaka Hæ? hvað sagði ég að það? Ég veit það ekki. Leit á myndinni. Leik Leik Takoma. Trasimero. Dresimero. Það var reyndur ógislega, fyndi ég var náttúrulega fórum að fyrir lók, svona písasta. Já. Og náttúrulega bara svona gömul hjón að sjáum þetta og eitthvað og ég var að þakka fyrir mér. Já. Ég ekki alveg assolutamente fantastico qui. Og hún ekki alveg skot á þau. Nei. Jú. Lemoncello. Ég ekki alveg, takk. Ég tek við því. Og kæri síðan heim. Minn maður bara var flúent í Ítalíu. Assolutamente fantastico qui. Og það þýði hvað? Það er sko, þetta er alveg æðislegt að vera hérna. Ó, ok, Já. Qui er hérna. Hérna, Já. Ok. Grazie mille. Prego. Já, sí. Við erum svo multikultural hérna sko. Sko, síðan þegar við erum komin náttúrulega heim og þá var, herru, maður segja, við skulum hérna hleypa Davíð inn. Hann er komin. Sjálfsíðan hvítir hrafnar. Já. Nei, þetta segir maður. Sjálfsir rauði Davíðar. And I'm out. Fuck you bitches. Já, akkurat. Hvað glemtir þér í TikTok? Já, pínum þannig, klukkan var bara Var þetta TikTok eða Pornhub? dickporn. Dickborn? Dickporn. Oi. Veist, ég dæmi ekki. Nei, ekki Bara dæma. smá. Gay. Já, so gay. Við erum akkurat komin, hvað gerðist meðan ég var úti? Já, Ha? ok. Er eitthvað að frétta í fréttum? Megasopan í Tyler dóu. Herri, já. Það var bara núna. Það var bara núna, bara síðust Bara í vikunni. Já. Og enginn að tala um að Megastó. Hann bara dó og fekk hann ekkert svona eins og bó. Það voru spilað þarna fallafól í útvarpinu í einn dag. Og já. Fólk held að hann var löngu döður, skilur við. Já, Reynda, alveg. Ég er búin að syrkja hann fyrir 10 árum. já, nákvæmlega. Hann ætla búin að vera á elli heimili núna í einhver tíma. Aha. Og bara dó gallinn. Ok. Bonnie Tyler. Já, Já, ég hlustaði meira á Bonnie Tyler heldur en Megast. sammála. Sammála. Já. Algjörlega. Conor McGregor var að Hæ? berjast í gær. Fyrst skipti í 5 ár. Conor McGregor, já. Já, Conor McGregor. Þetta er hann ekki Ok. orðin 60 eða eitthvað. Var hann ekki að bjóða sig fram sem forseta í, hérna bæjarstjóra í Manchester eða eitthvað? Jú. En hann er eitthvað svo reyður að hann vildi fara lærbuxurnar og lemja. Þetta voru gaffræðarnar. Já, ok. I will beat the fucking shit out of you. Nákvæmlega. Já. Og hvernig fór það? Ég held að hann hafi tapað sko. Þannig að við vitum ekki, þú ætlaði bara að segja ykkur halva söguna. Nei, ég var bara gáð hvort að þið vissi þetta sko. Ekki Vissum ekki hugmynd. neitt. Nei, ok, þetta var ekki ær. Þetta var ekkert í fréttum sko. Nei, ég veit það. Fór alveg fram að mér. Ég mitt það var TikTok sem sýndi mér. Ég veit ekki hvort það er gamalt eða nýtt. En hann allavega ok. Ég veit ekki hvort hann vann eða Ok. Herðu, Það var ömurleg Ok. Já. Og jú, svo meðan þú varst úti þá samdi Trump frið. Ha? Já. En svo bombaði hann aftur allt. Nei. Já. Oh my lord. Já, núna, Allt er í rugli. Nú náttúrulega var að ljúka hérna viku langar í jarðaföru hans hérna Khomeini sem að var drepinn sem réði yfir Íran Ó, sonur hans, það er langt síðan það gerist sonur hans tók við ok.
og í jarðaförinni voru þúsundir skilta sem stóð, fólks í jarðaförinni sem var með skiltir sem stóð á Kill Trump og eitthvað, bara hashtag murder Trump og eitthvað og hann var alveg brjálaður og reif sem sagt þetta vopnahlé og sagði að það væri beint 1000 eldflaugum á Íran og 1000 í viðbót ef hann drepinn þannig að hann bara skítrættur með það núna greiðlega Íran alltaf að taka hann á lífi nei því líka missið ekki gera það já, nákvæmlega, hann á heima hérna í Hvítahúsinu já, akkurat, 1600 Pennsylvania stræti ok, svo hann réðist aftur inn á þau já, hann bombaði það svolítið það veit ekki lengur hvað í fjandanum í gangi þetta Hormússund opnast, maður veit ekkert hvað í gangi já, þetta bara eins og raskandi á Davíð sko já, það lokast það var Jésús ok allilega það við fórum þangað hleypa fullt að drasla hann inn og talandi og raskandi á Davíð það var náttúrulega málaður íslensku fáni á tröppur já, herði talandum já, nákvæmlega allir alveg brjálægir maður alveg I don't give a shit já, nákvæmlega svo fyndi þetta eru fucking tröppur og þetta er máling já. Málið þetta bara aftur í regnbáðalitunum bara do it já, hætti þessu væli það sem náttúrulega að stuða fólk að þetta er kirkja já. Og þú veist, ef einhver hefur opnað kirkjun í biblíuna þá sér það alveg að samkyn hefur ekkert vinsæl í kirkjunar nei. En við náttúrulega erum svo þú veist, líbó að allir eiga bara að fá að elska hvern annan algjörlega, og ég er alveg saman á því bara ég þetta er það sem stuða fólk að mjög leiti og svo hver var það sem sagði að þetta lít út úr svo fáni grænhöfðaði en ekki íslandstykki fánin já, vantaði krossin you missed the spot nákvæmlega, gerir betur næst en ég sá einmitt myndir, það var svona fótspor, svona hvít fótspor á þessu bláa alveg, way to leave a mark akkurat það mun ekki sjá þetta sé bara þetta er hatursglæpur Air Force Ones það er einhverju ungi strákar sem eru reiðir já, nákvæmlega, þetta er ekkert með það 70.000 kalli í málingu þetta er svona hversu auðvelt er að finna þá já. Hver keypti 4 fötur á bláu akkurat getur við kíkt aðeins hérna í myndavélarnar þetta er ekkert svo rosast glæpur aldar hennar sko nei en já, en svo talandi með mitt hvað sagði, hatursglæpur og það er líkamsárásson í bílakjallaranum bítu Höfðatorgi hvað er það? hvenær? 3 gæjar, það eru eða svolítið síðan að vera dæmið núna og 3 menn ekki Íslendingar allir Muhammed eitthvað og eitthvað svoleiðis einn af þeim flúði land og komið til Sýrlands það er fínt bara já, og það er einn gæjinn sem sést á myndavél eða talið að sjást á myndavél að halda á hníf, hann sagðist vera með afrískan tannbusta með sér afrískan tannbusta? Þetta er ekki hnífur, þetta er afrískur tannbusti já, það er eins og maður ber með sér alltaf á kvöldin já, í bílakjöllunum er það his defense? já, það var ekki hnífur, þetta var afrískur tannbusti er það afrískur tannbusti, er það with a blade? Ég veit ekki hvernig afríski tannbusta lítur út er það bara það var þegar í Afríku þá er bara tannbustaði og það er að vera með hníf til að gætir, veitt og eitthvað já, það gæti verið ég veit það ekki og var bara dómarinn eitthvað já, akkurat learn something new every day já, free to go ok, já, þetta er svona gestir sem voru já, akkurat síðan var einn kvikmynd sem var að koma út sem bönnuð í Evrópu sem að Elon Musk er búin að vera að promóta alveg á fullu og allir bara, nei, hann er þá í þessari mynd, hvað, Vigilante eitthvað Citizen Citizen Vigilante Army Hammer svalasta nafn í heimi nákvæmlega svolítið dúbíus gaur, umdeldur gaur herði, hann er náttúrulega var ásakaður að vera mannæta hann alveg, I will eat you var hann ekki tala bara kloppan á henni má ekki neitt í dag herði, ég hefði allan tíma sagt don't kink shame me
don't kink shame me. Akkurat. You're the problem. Nákvæmlega. Ég hefði gert þetta. Ég hefði verið bara snúið blaðinu við. Já. Bara, herri, allir að, veist, cancel me, I'll cancel you. Akkurat. Ég að hugsa hennar ánægju hérna í þessu. Já. Njam. Og íparast. Já, akkurat. Nei, og hérna í myndinu náttúrulega hann að refs öllum sem að gera eitthvað von og öllum dómurum sem að leyfa þessu að gangi yfir. Ok, þetta eru meira og minna múslimar þarna í þessari mynd en, og allir bara máttu þetta ekki, herri, veistu hvað fucking marga myndir sem eru hvíta kallmenn sem eru fucking rannmörningar sem eru, veist, barnanýðingar og you name it eigum við þá bara að vera eitthvað þú mátt ekki sína okkur í svona vondri mynd Akkurat. Come on, þetta kvikmynd Nákvæmlega, og líka það var eitt góð punktur, nú er ég ekki búin að sjá þessa mynd en auðvitað er búin að valda miklu musla á samfélagsmiðlum út allt en það var eitt svolítið fyndið er að hann sem sagt myndin fjallar hann sem kemur hérna á og er að drepa og refsa innflytjendum sem koma hérna sem eru að það var innflytjandi sem drap konunars hann er að hefna sín hann sjálfur, ef ég var að vera devil's advocate í þetta hann er innflytjandi sem kemur og drepur fólk ekki í sínu heimalandi já, nákvæmlega þannig að ef þú horfir á þetta aðeins þá, hann mér finnst það svolítið fyndið sko en þú veist ég skil alveg að þessi myndir að valda fjárafólki sko það er bara, fólk bara vill fá svona justice porn eitthvað og líður bara vel með þetta fullt af fólki allavega, ég er ekki að segja allir en þú veist, það er bara hópar af fólki á núti sem að fær bara fullnæging út frá svona myndum sko ég veist, það er fullt af ógislega myndum að núti og það eru ekkert bannað Nei, nákvæmlega, það er bara eitthvað you saying the quiet part out loud sko, myndin var gerð af leikstjórinn heyrði atvik sem gerðist í, hvað var það, Þýskalandi eða eitthvað það voru innflytjendur sem nauðguðu 14 ára stelpu og þeir voru handteknir en fengu engan dóm út af því að þeir vissi ekki að þetta væri bannað dómarinn eitthvað alveg algjört kjaftaði og slefti þeim svo að þá kom þessi hugmynd á þessari mynd ég myndi gera það sama það er undir alda í þjóðfélaginu núna og virðist vera bara í heiminum svona hægt að koma upp á yfirborðið að nú fer eitthvað stórt að gerast gagnvart innflytjendum það er náttúrulega bara mjög mikið að gerast sko þetta er náttúrulega aldrei byrjuð og það er bara að bætast í hana sko það er bara að vera að bætast í þessu öldu sko sko síðan er maður alveg þegar, ef þið horfið á löndin sem allt í einu sko, veist þessu England og núna var hvað í ekki Íran heldur Írland veist, náttúrulega í 3 ári röð hefur Muhammed verið algengasta nafnið algengasta strákanafnið og núna var það í Írlandi núna svo að núna þegar þetta er á Íslandi þetta er nafn má núna, þetta er íslenskt nafn núna og það styttist í að það verði vinstalasta það mun koma bara sorry, við erum ekki eignast börn nei, ég veit það þess vegna þurfum við bara að kjósa rétt ég held að það gerist ekki neitt jú. Það var að loka á ákveðnum regluverkum og lögum og bæta annað ég held að það sé hægt eins og AfD-flokkurinn í Þýskalandi sem er rosa umdeildur hann er gríðarlega vinsæll þrátt fyrir allt sem að stendur fyrir forsætisráðherra Póllands hann Donald Tusk og þú veist þarna eru þjóðir og menn og aðilar sem að þóra að standa fyrir sínu og það er að virka það er að virka, það er nefnilega málið þannig að ég er alveg samlega Birki maður er rosa svartsýnn og svona á bara þýðir ekkert að kjósa, þetta er alltaf sama helvítis kjaftaði sem kemur hérna en í löndunum í kringum okkur þá er maður samt að sjá þetta er byrjað að virka sem staðar allavega sko. Þannig að maður svona vonar þú veist alveg svo hann Nigel Farage í Bretlandi
sem reyndar þurft að draga sér úr keppni út af einhverjum mútum og eitthvað svona að Já, hann hættur? Já, kom í ljós að það voru einhverju skriljónerar búin að vera að gefa hann einhverja gjafir og eitthvað svona Þannig að hann þurft að draga sér út en hann segist alltaf aftur inn í þetta sko en þetta sýnir samt það bara þetta er að byrja að virka fólki farið að sjá ljósið og common senseið að koma í kollin á fólki sko. Já, en við erum hvíti kallmenn, við megum ekki segja neitt við megum ekki gera neitt og það finnum við þetta okkar tími mun koma núna heil kynslóð á ungu kallmennum sem eru búin að vera bara þrýst niður, þú mátt ekki segja neitt og þú ert vondi kallinn allt sem þú gerir er annarkvort racist eða sexist eða whatever og þegar þú ert alinn þannig upp það er teknað kvikmyndir að þér teknað ofurhetunar að þér það er allt þetta engar fyrirmyndir lengur engar fyrirmyndir og á einhverju tímapunkti mun ég segi bara kallmennskan eða eitthvað þessi reiði þú er búin að vera bældur niður það mun brjótast einhvern veginn út það er heil kynnslóð þetta er síðan 2017 byrjaði þetta það er ógeðslega fyndið þegar þú segir þetta sko. ég hef ekki hugsað þennan vinkil og þegar við vorum ungir og það sem við vorum að horfa á í sjónvarpum það var Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone Bruce Willis og þessi gaurar Steven Seagal og þú veist þetta eru kvikmyndir fyrir kallmenn og veist, konurnar voru með rómantísku myndirnar og allt þetta romkomið og og núna er það bara allt í henni bara búin að taka sagt, þú mátt ekki vera með alvöru kallmanns svona ímynd nei, það er vond ég veit á, en svo þegar það koma svona myndir út þá verða það sjúklega, bara eins og John Wick þú veist, verða sjúklega vinsarar þannig að þetta er alveg það er hellingsmarkaður fyrir þetta það eru örfáar sem þóra og bara, ok, ég ætla bara þú veist en nei, þetta er Dwayne Johnson og Kevin Hart svolítið þannig sko það er svolítið þannig sko það er bara svona PC og þeir eru að vera bara svona fyndnir og maður er ekki alveg come on þetta er eins og Jason Statham var með kvikmynd sem kom út í fyrra held ég Beekeeper eða eitthvað hún bara var ógeðslega vinsæl það vantar svona myndir út af því að en þetta er Jason Statham hann er ömurlegur nei, hann er æðislega myndirna hans eru, þær eru ekki góðar hann er eins í öllum myndunum ég veit það og það bara virkar það er bara gaman að þessu action what are you doing I'm the beekeeper I'm the beekeeper hann meirar en það oi I'm the beekeeper er það ekki þannig? en ég meina að þú veist Jackie Chan, hann var líka alltaf eins í öllum myndum já true það er ekkert sérlega góðar nei, en það var eins í þeim og það voru allar vinsalar jú, sumir eru bara fínir á sinni braut, þau veist bara sínum lestateinum og eiga bara að vera þar þú veist, ég segi ekki Jason Statham fyrir mér í einhverju Hallmark-mynd eða The Librarian oi quiet return the book I'm the librarian don't let me tell you twice I'll shove that fucking book up your fucking ass hvernig er þannig? nailed it sko herruðu býti, við hafði poppað allir inn upp í hausnum þegar við sáum Jackie Chan Magnús Skeving líka vondakalli já maður það var eitthvað sko hræðilegast að framist að leikara það var eitthvað krakkamynd á það ekki jú, það var eitthvað krakkamynd hann var eitthvað nágranni eða eitthvað ég hef ekki séð hana nei, ég ekki heldur ég hef bara séð klippurnar af Magnús Skeving eitthvað að vera vondi kallinn þetta var ekkert krakkamynd í alvöru? þetta var ekkert krakkamynd, hvað er það ykkur? jú, en það ekki voru þetta ekki tveir unglingar eitthvað að lesa glæpi nei, þetta var Jackie Chan mynd var þetta ekki eitthvað Shark Girl and Lava Boy eða eitthvað svona kjaftaði nei þau voru inn í húsi það hefði verið ræðilegt I'm a shark boy no water Lava girl kveikti húsinu strax ok nei, eitthvað meira frétta náttúrulega Bandero skipið hans Watson
Björgum Kvölunum. Já. Þeir eru farnir. Eru þeir farnir? Já. Nú. Ég er allavega að leiðinni út úr íslenskri lagsögu og svo veiktist einhver borð og þeir köllu á landhelgisgæsluna. Það er eitthvað veikur hérna á landhelgisgæslan. Ok, við komum Björgum. Nei, við viljum ekki hjálp. Okkur í anskotanum eru þeir þá kalla á. Já, ætlum bara að fara til Írlands og síðan ógeðslega feiti kom í fréttunum fólk var alveg svona, nei, þeir eru að leika sér með tippin á kvölunum og ég ekki að leika. Ok, það var kannski aðeins óviðeigandi en fyrir fram að myndavélarnar fyrir fram að myndavélar. Já, þú veist hvað er í gangi sko, ekki vera að gera þetta fyrir fram myndavélar. Ekki kíkja á Instagram þetta var síðan 2015. Ég sá viðtalið við Kristján Loftsson eftir það atvik hjá stöðu 2 minni mig að sína whatever. Ég las hans bara. Og fréttakonan spurði hann einmitt út í þetta atvik bara, hvað finnst þú þetta? Og hann nánast sagði boys will be boys sko. Hann bara veist þú veist það ekki að gera neitt í þessu. Ég með svo marga sögur sko. Ég var að vinna þarna sko. Akkurat nákvæmlega sko. Já, veistu það, þetta er bara sparkað sem Watson inn í jailið og já hann að kalla þetta Operation 86 þar sem þeir komið hingað 1986 og söktu 2 skipum og þeir fengu aldrei dóm? Nei, þetta er bara hryðjuverk. Akkurat. Nákvæmlega. Og halda þeir megi bara gera það sem sýnist af því að þetta er í nafni hvalavinna eða eitthvað svona kjaftaði. Já. Það er bara að vera að brjóta lög. Já. Hreint og beint sko. Já. Þetta er allavega ekki halal kid. Nei, það er svona erfitt að drepa hvalina halal. Já. Þröstur alveg. What? Ég bara hvernig datt þetta inn í ég veit ekki, við vorum að tala um eitthvað áðan ok. Þetta datti Anyways það er einu að vera fyndin að það kom svona fór yfir það fór yfir strikið þarna fórst yfir strikið afsakið þetta ekkert afsaka, ég skilði núna ég klippið út ég nenni ekki jú, kannski eitthvað meira örugglega fullt, þetta er svona það sem er helst í stikla á stóru síðustu 2-3 vikurnar sko. Svolítið þannig. Ég kom inn heim í bara skí og það verið skí restin á fríinu mínu. Það reyndar með hiti fyrir austan núna þessa helgina. Okkur er alveg saman fólk sem er út á landi. Ég veit að rók og rigning í bænum sko. Mér langar að sé sól hérna. Ég veit að samanlega Nennis ekki. Mér langar sól, mér langar að vera tannaður. Þú ert já getur ekki kvarta neitt þarna. Eva og sonur minn þau eru að labba Laugaveginn ásamt Fríði förunniði og mákonu mín þetta bara fóru ég keyrði inn í Landmannalaugar á 5. daginn og mikið ofsalega gaman að koma inn í Landmannalaugar eftir en þetta er orðið rosalega mikið túristapless. En hleypum maður ekki Laugaveginn bara 4 tímum eða eitthvað? Jú, þú gerir það. Ok. Hvað, tekur þetta eitthvað marga daga eða eitthvað? Já, þú sko uppálega planið er að taka þetta á 4 dögum. 4 dögum? 4 dögum? Er þetta ekki 4 klukkutíma flug? Þetta er 50 kilometra, 55 á 4 dögum? Já, þetta er rosalega falleg gönguleið. Er þetta 10 kilometra á dag? Þetta er mismunandi á dag milli ákveðna skála sko. Ég myndi ekki nenni. Ég var alveg move along people. Það Freyði vinnið allt hrist eftir að hafa að labba með það í töskun allan daginn og þegar ég keyrði hann inn í Landmannalaugar á 5. daginn það var bara rigning og vosbúðu og kalt og vindur og þetta var ekki alveg nú skemmtilegt en þarna myndi ég snúa við. Já, þú ert náttúrulega svona prinsess á bönninni sko. Ég hleyp ekki í roki eða rigningu. Ég hjól ekki í roki á rigningu. Fuck that shit. Útilega í roki á rigningu. Who wants that? Nobody. Nákvæmlega. Frekar er ég í sófanum heima og horfa Vampire Diaries eða eitthvað. Veit ekki með Vampire Diaries. Ok, fine. En jú, ég myndi það frekar heldur en að vera í tjaldinu
Já, og reyna að sitja út í blautum tjaldstól og reyna að borða steikina og fucking piknik draslið allt rennandi blaut út af rigningunni þykja snjóta þess Þrösturalli komið semi svo byrja að halda áfram tell me more hversu blautur ertu hversu blautur getið þetta er rennandi Davíali Herri, ég ætla að hleypa þér að pissa og hvernig vissir þú? Herri, bara gaman að sjá okkur Sömuleiðis, afsakið hvað kom seint þetta var bara algjörlega klúður á minn á mig Já, þið heyri You heard it this here first Wow, ég var alltaf inn í, Japani, Japanese Já, ég ætla ekki að fara þangað, Fuck, ok You fucking loser Ég veit ekki okkur þetta kom út Anyway, bye